svo góð, þá jörðin svo græn, þá jörðin svo góð. Gef mér ást, gefðu mér ást, gefðu mér ást, gef mér ást, gefðu mér ást, gefðu mér ást, ár hins fullorðna manns. Sólveig frá Brimnesi á Seyðisfirði, hún var sem sagt, þau systkinin voru úr Heiðarseli á Jökuldalsheiði sem var eitt af síðustu selunum í heiðinni sem fór í eyði, þar sem Halldór Laxness hafði einmitt viðkomu þegar hann var að veiða að sér efni í sjálfstætt fólk sem hann kallaði sumarhús. Þar var einhver bær á minni með eitthvað eitt selið hafi heitið veturhús. En allavega þá Sólveig var þaðan og þau voru skáldmælt systkinin og hún orti og Leifur komst í kynni við hana þarna. Við vorum þarna sumarið 75 á Seyðisfirði þegar við vorum að æfa fyrir bætifláka og semja og ég held að þetta hafi komið upp þá að hann fór að semja við þetta kvæði lífslaup sem höfðaði svona til hans sem það sem svona litið yfir helstu kafla svona svolítið eins og lagið hérna It was a very good year sko. When I was 17 en nema hvað þetta alltaf öðruvísi en það svona hugmyndin að líta yfir lífslaup svona það ungi maðurinn, það hinn fullorðni maður og síðan það eldri maður og gamall maður. Þessi lína við heyrðum seiðmjúkan tón þegar lífið leið hjá. Þetta líf með sinn sorgþunga nið. Svo leggjum við öll út á ljósvakans haf. Gef mér frið